Góðir bæjarfulltrúar og fulltrúar ungmennaráðs sem nú eru sestir hér við bæjarstjórnarborðið. Ég býð ykkur sérstaklega velkomin hér á þennan fund með sameiginlega fund ungmennaráðs og bæjarstjórnar sem við höfum haldið síðustu ár og vorum að ræða hér í fundarhléinu og gerðum það hér síðast þegar við vorum saman með forverum ykkar í ungmennaráði að við vildum gera tvisvar á ári. Vorum þá að horfa á núna á byrjun árs og svona byrjun hausts en hér erum við komið hér fyrir umræðum að gera þetta fyrir maí, gera þetta í byrjun árs og í maí hvert ár og svo sannlega tökum við þetta til skoðuna því við viljum vinna með ykkur áfram. Við svo sem höfum sagt að bæjarstjórnin gegnum tíðina, við sem hér höfum setið, við viljum sem mest samstarf ungmennaráð en okkur tekst einhvern veginn ekki að gera það nógu hnökralaust, þannig að nú ætlum við að taka verulega á með ykkar aðstoð og fjallum mál, þegar við erum að fjalla mál sem tengjast því sem ykkur finnst að ykkur snúa að fáum það umsagnir. En nú erum við að ganga til dagskrár hér á þessum fundi í dag eru 5 mál sem þið hafið undirbúið til þess að ræða við bæjarstjórn og ég ætla bara að byrja hér og bjóða Dag Nóa Hjartarson velkomin upp. Hann ætlar að ræða hér mál sem hefur fengið nafnið upphitun Norðfjarðarvallar. Gerðu svo vel Dagur, nú ættu að taka hér við í ræðustól. Kæri bæjarstjóri, forseti, bæjarstjórn og ungmennaráðs meðlimir. Okkur langar að ræða Norðfjarðarvöll og hversu brýnt það yrði að fá hann upphitaðan. Nú gott tækifæri til þess að framkvæma það. Í sumar áætlað að skipta gervigras og því tilvalið að nýta tækifærið til að setja hita undir völlin. Þess vegna völlurinn ekki upphitaður. Undirlagið oft mjög hart. Ekki æskilegt að hlaupa alltaf á hörðu undirlagi, stendur í ráðum hlaupara og Norðfjarðarvöllur alltaf harður, einnig yfir sumartímann. Þannig það við spurðum sjúkraþjálfara meiðslahættu á svona hörðu undirlagi. Þetta var svar sjúkraþjálfara. Það sem kemur fyrst í hugan hvað varðar afleiðingar mikið álag á hné og mjaðmir sem getur leitt til álagseinkenna á þeim svæðum þar sem hlaupaflöturinn harður og gefur lítið eftir. Í íþróttahúsinu fjarvarmaveita sem hitar upp grunnskólan, leikskólan, verkmyndaskólan, íþróttahúsið, sundlaugina og sjúkrahúsið. Ef hún yrði nýtt, myndi það ná kostnaðinum niður. Þakka fyrir Dagur. Ég ætla að fá að bregðast þig og svara svona því sem ég get svarað út frá erindinu en líka að biðja að það fari til umfjöllunar í eignaskipulags- og umhverfisnefnd sem fer með öll mannvirkin okkar og íþrótt- og tónlistarnefnd. En aðeins svona í framhaldi af þessu, þetta metnaðarfull fyrirspurn, eðlilega, því að mönnum ekki sama hvernig það er. Ég hræddur að það verði erfitt að hita upp Norðfjarðarvöll, allan, vegna þess að við erum ekki á heitu svæði, við erum ekki með heitt vatn, eins og væri til eins kannski betra og mögulegra á Eski fyrir það sem við erum með hitaveitu. Það sem vellur við hitaður upp í Reykjavík þetta velnast byggt á því að hitaveitunar leggja til vatnið og það ódýra heldur en kyndaða með rafmagni. Það verður alltaf dýrt á Norðfirði vegna þess að það þarf að kaupa rafmagn. Fjarvarmaveitan sem í íþróttahúsinu, hún í öllum stofnunum Norðfjarðar eða öllum stofnunum í Neskaupstað sem eru á vegum sveitarfélags eða ríkisins, sjúkrahúsið, verkmenntaskólinn, íþróttahúsið, svo framvegis. En þetta kynnt með katli, rafmagnskatli upp í íþróttahúsi og á hann þarf að kaupa rafmagn, þannig að það verður alltaf erfitt, sérstaklega í hörðustu vetrum, ekki segja, það mjög kaltir, þá mjög erfitt að halda þessum velli við. Þannig að þetta verður erfitt að fá. Við skulum senda þetta inn og leyfa þeim að spreita sig við þetta og hafa þetta hjá okkur. Það nú alltaf eitthvað nýtt og breytt. Við þurfum líka að taka Fjarðabyggðarhöllina. Hún kannski meiri í forgangu hjá okkur að fara að hita hana. Þannig að hún verði, því hún notuð svona allan ársins hring og þarf að halda. En síðan kemur ljós, eins og kemur fram, það hefur staðið til að okkur hefur verið kynnt að samvinnu með útgerðarmanna í Neskaupstað vil ég gefa nýtt gras á völlinn sem þú varst að segja frá að svona yrði það á næsta ári og vonandi á segja þessu sumri og eftir því sem mann sagt þá gervigras orðið mikið betra heldur en það sem núna, kannski þurfum ekki einu svona hita, það orðið mýkra og þægilegra, þannig að því að auðvitað það sannarlega rétt að
það slysahætta af því að gras sé hart. Þannig ég ætla að leggja það til að við vísum þessu inn í þessar 2 nefndir sem fara með þessa málaflokka, en jafnframt vilja fleiri kveða sér hljóðs þetta mál. Jens Kári Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og kæra ungmennaráð. Ég ætla bara að taka undir með það sem að Jón Björn sagði, en samt sem áður benda á að fá eignaskipulags- og umhverfisnefnd til að skoða kostnað við það að setja lagnir undir völlinn, kosti þess og hver kostnaður til dæmis við ef að settar eru varmadælur sem að hita upp völlinn. Og við erum nú með sérstaklega á Norðfirði marga sérfræðinga í varmadælum, veit ég. Þannig að það gætu verið einhverjar útfærslur. Síðan það spurningin hver kostnaðurinn ef að Sún ætlar að koma að því að gefa grasið á völlin, þeir tilbúinir að koma þá kostnaði við að setja þá minnstakosti þær aðgerðir að við getum sett lagnir undir völlin, þannig að hann sé þá tilbúin í framtíðinni undir það að hitan. Og þá það líka spurningin styrki yfir kuldustu mánuðina, hvort að Sún tilbúið að koma að því að hita upp völlin þegar að sem kaldast minnstakosti og mestur snjór. Þannig að ég hvet bara ESU til þess að skoða alla þessa fleti og alla þessa möguleika til að sjá hver heildarkostnaðurinn og hvaða möguleikar í boði. Takk fyrir Jens, vilja fleiri hvers hljóðs. Svo ekki, þá vísum við þessu inn til þessara nefnda með þeim kjölfærisumræðina að eins og Jens sagði, það að gera að skoða þetta og láta hafa alla möguleika opna. Ef ekki greiða með atkvæði, þeir sem það samþykkja vinstranski merki, þeir með greiða atkvæði líka. Þetta samþykkt samhljóða, þetta mótus dagur. Nei. Og svo byggðist ég afsökunum, ég skilst ég hafi ávarpaði dagur nógu, sko, en það dagur Þór fyrir ekki að vinur. Já, ég, sem sagt, aðeins hljóp. Já, þetta ekkert við þessi. Herru, þá erum við næst komin hér í málalið sem heitir Staða ungmennaráðs Fjarðabyggðar og það formaður ungmennaráðs Kjartan Ketilsson sem ætlar að mæla fyrir því. Gerðu svo Kjartan. Kæri bæjarstjóri, forseti, bæjarstjórn og ungmennaráðsmeðlimir. Staða ungmennaráðs mikilvæg fyrir samfélag ungmenna í Fjarðabyggð. Fulltrúar ungmennaráðs geta haft áhrif á samfélagið, komið skoðun sínum á framfærir sem og ábendingum þeirra sem leita til ungmennaráðs. Með því gefst tækifæri til að gera samfélagið betra. Ungmennaráð vettvangur þar sem ungmenni geta lært hvernig á að hafa pólitíska skoðun og vera virkir þáttendur í samfélaginu. Því það við ungmennin sem framtíð samfélagsins. Staða ungmennaráðs Fjarðabyggðar ekki svo hátt skrifið, fáum máli með vísa til þess sem dæmi má nefna bann við snjallsíma í grunnskólum Fjarðabyggðar skipti börnum miklu máli en engu að síður var ekki óskað eftir áliti ungmennaráðs. Lögum samkvæmt sveitarfélag að stafrækja ungmennaráð. Ég skoraði ykkur bæjarstjórn að vera duglegri að vísa málum til ungmennaráðs og hafa okkur með í ráðum í stefnumörkum sveitarfélagsins. Ungmennaráð líka eina nefndin í Fjarðabyggð sem fær ekki borgað fyrir fundasetu. Af hverju skildi það vera? Ungmennaráð ekki eins mikilvægt á aðra nefndir? Ég tel að ef ungmennaráð Fjarðabyggðar fengi borgað fyrir fundasetu þá myndi mæting aukast þar sem ungmenni myndi gefa sér tíma til starfa. Ungt fólk hefur vilja og áhuga til að taka þátt en sækir þó ekki hefðbundið pólitísk öfl og kannski myndi fleiri krakkar vilja vera með í ungmennaráðinni og þar með kemur fleiri hugmyndir til að gera Fjarðabyggðar betri stað fyrir ungmenni. Ungmennaráð Fljótdalshérað fær borgað fyrir 10 fundi á ári og sitja í ráði þar í 2 ár og í C-nefnd. Það þýðir að venjulegur ungmennaráðsmiðill fær 700 krónur á fund og formaður 18.000 krónur fyrir fund. Þetta ekki fyrsta skipti sem þessi umræða kemur upp. Önnur ungmennaráð hafa barist fyrir því að fá borgað fyrir fundasetu en það hefur ekki gengið. Eru aðra nefndi Fjarðabyggðar Já, ég myndi vilja að ungmennaráð sett inn í skipuriti þannig að það hluti af stjórnarsýslunni og þaðan geti það þróast. Takk fyrir mig. Takk fyrir Kjartan. Ég tekur hann, ég ætla ekki að svara öllum fyrirspurnum, það bara rauðust hann upp að fyrstu 2 koma síðan minn aðri bæjarfulltrúar koma hérna eftir. En ég ætla aðeins að fá að bregðast við þessu því að svo sannlega hefur umræðan komið upp áður og eins og maður ræða hér í hlýjan og milli og bæjarstjórn hefur
rætt bæðið svo sem satt hér á síðasta kjörtímabili þar undan eftir við komum þessum fasta á að funda með ungmennaráði árlega að þá erum við ekki að standa okkur sem skyldi að vísa málum þar til umsagnar. Það felst ekki á neitt hátt að menn virði ekki starf ráðsins. Þetta kannski okkur vantar að innleiða þetta ennþá betur í okkar störf. Það er svolítið ennþá bara gerist það verkum að málin sem ætti að fara þangað, það gleymist eða það fest fyrir í umfjölluna sem er ekki nógu gott. Þannig að ég lofa því og ég mun leggja til að þetta verði tekið upp í bæjarráði núna. Og það er rétt að við þurfum að skoða, við höfum aðeins tókum umræðum á síðasta ári að tryggja stjórnsýslulega stöðu ungmennaráðs innan kerfisins. Ég held að það sé líka ein af þeim leiðum sem við höfum til þess að nota okkur það að mál farið þannig til umsagnar sem ykkur snerta og líka fá frá ykkur skoðanir. Síðan er afskaplega mikilvægt að þið hafið það í huga að þetta er ekki bara að vera frá okkur til ykkar, það má svo gjarnan líka koma frá ykkur til okkar, mál sem þið takið upp inn í ungmennaráði og vísið þá til okkar. Þannig held ég, ef við förum nú að gera þetta svona báða bóða, þá verður þetta allt saman miklu svona sjálfvirkara hjá okkur að við vinnum saman, því svo sannlega viljum við vinna með ykkur, við telum það sé nauðsynlegt og svo líka bara til þess að auka lýðræðislega virkni hjá ykkur og venja okkur við það að þetta er einmitt vettvangur sem við þurfum að temja okkur, það er á þessum lýðræðislega grundvelli, hvað sem er hér eða í félagasamtökum, þá er svo mikið. Hvað var það greiðslur fyrir þetta? Og þessa fyrirspurningu fengi áður og höfum aðeins tekið umræðum. Það er nú þannig að það er ekki alveg allar nefndir Fjarðabyggðar launar, en það er rétt að allar höfunefndirnar okkar stóru eru launar og síðan undirnefndir, síðan eru allskyns starfshópar og undirnefndir sem við vinnum í. Það verður aldrei neitt ríkur af því að standa í þessum störfum. Það er bara þannig, við eflaust er þetta svona, við höfum stundum gert grín að þetta er svona dýrasta áhugamál sem við höfum fundið okkur, mörg hver sem erum búin að lengi. En kannski er það rétt, mér finnst eðlilegt að við tökum umræðum aftur. En engu að síður er mjög mikilvægt að það er það að gefa sér það að fara í félagsmál á þess kannski að velta fyrir sig greiðslum. Því að það er svo mikilvægt að taka þátt í samfélaginu sínu á svo mörgum sviðum og það verður ekkert alltaf allt greitt. Og það á ekkert alltaf greitt. Maður stundum að gefa af sig líka. En mér er sjálfsagt taka þessu umræðu aftur. Munurinn liggur náttúrulega eflaust því að við gerum til höfunefnda okkar ákveðnar skyldur. Þær hafa skyldur að koma saman með reglum hætti fjallum mál sem undir þau varða til þess að undirbúið hér til afgreiðslu bæjarsnar og þess vegna höfum við komið móts og sagt ábyrgð þeirra sem það sitja, hún er töluverð, við viljum að það sína sér virkni og það skal greiðum við. En auðvitað veit ég að þið lítið ykkar störf svona líka, þannig að við skulum taka þetta bara umræðu einnig í bæjarráði. En fyrst og síðast er það að ég veit að ég og margir hérna við þetta borð byrjum til félagsmálum í nemendaráðum í framhaldsskólum eða í nefndum þar og í allskyns félagasamtökum og sem var gríðarlega góður skóli og leið bara gerði manna svona virkari þáttaka í samfélaginu eins og þið eru að gera með ykkar störf núna og það er ekki, skilur ekkert síður eftir sig ef það er ólaunað en við skulum taka þetta allt til umræðu þetta sem er og líka að virða ykkar störf meira að óska eftir ykkar áliti. Vilja fleiri hversi hljóðs undir þessum lið? Sigur Ólafsson og svo Jens Garðar. Það er bæjarstjórinn að gamla. Já, bæjarstjóri, forseti, ábyrgði bæjarfulltrúar og fulltrúar ungmennaráðs. Af því að það var nú nefnt sérstaklega snjallsímamálið, skemmtilega, sem dæmi mál þar sem hefði mátt hafa samráð við ungmennaráð. Þá bara tekið undir það. Það er bara hár rétt. Og skrifast náttúrulega á mig. Ég er formaður nefndarinnar. En ég verð að játa það að ég hafði varla áttað mig á því að ungmennaráð væri til þegar þetta mál kemur upp. Við vorum nýtekin við og það hefði mátt gefa þessu máli lengri tíma og hafa meira samráð við nemendur og í raun og veru einnig við kennara. Þannig að við lærum bara af því í nefndinni og reynum að passa það þegar það eru til umfjöllunar mál sem að snerta ungmenni að þá munum við í framtíðinni passa betur upp á það að hafa samráð við
við ungmenni í sveitafélaginu. Takk fyrir Sigurður. Jens Garðar Helgason, gerðu svo vel. Forseti, ég vil taka undir orð forseta hér áðan varðandi störf ungmennaráðs og eins og hann kom inn á þá byrjuðu mörg okkar hver í félagsstarfi sem að var og ég jafnvel ekki ennþá greitt fyrir. En aftur á móti og eins og í þeirri gagnrýni sem kemur fram hér á rauninni ákveðið samskiptaleysi og samráðsleysi milli bæjarstjórnar og ungmennaráðs, að þá gæti það verið einhver vingill að þegar að fólk fara að innheimta greiðslur fyrir störf sín að þá kemur líka þá ríkari krafa á eftirlit og fylgni í sínum störfum. Þannig að ég held að það gæti verið einhver lausn og við þurfum að ræða það bara inn í bæjarráðinu að það sé mögulega greitt fyrir x marga fundi yfir árið og þá leið sé þá líka gerð ríkari krafa. Bæði gerum við þá meiri kröfur til okkar og tökum til þeirra gagnrýni sem hefur komið fram, en gerum þá leið líka meiri kröfur til ungmennaráðs sem að fylgja málum eftir og vera vakandi yfir störfum sveitarstjórnarinnar upp á ef það er eitthvað sem að þið viljið koma á framfæri og það held ég að þá muni haldast í hendur. Þannig að ég held að við getum náð alveg ábyggilega einhvers konar samkomulagi þetta mál. Takk fyrir Jens, við erum hvað þessi hljóðs. Ef svo er ekki, þá ætla ég að bera upp að við vísum þessu erindi til bæjarráðs til umræðu og þá kemur hér aftur til bæjarstjórnar svo fram að því. Þess að það saði ekki að vinskeiða merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst, munu þær koma upp hérna, það er Heiðbrá Björgvinsdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir. Þær ætla að vera saman að deila hér skipta milli sín þessu. Það er þeirra málaflokkur að þessi að mæla fyrir ástand húsnæði í félagsmiðstöðum Fjarðabyggðar. Gjörið svo vel. Þið svo bara skiptið með ykkur hvernig ræðunni hérna. Ég hef svolítið pláss. Já. Ok. Kæra bæjarstjórn, forseti, bæjarstjóri og ungmenni. Okkur langar að tala um 2 málefni sem eru okkur hugleikin. Annars vegar er það sundlaugin á Fáskrúðsfirði og hins vegar ástandið á húsnæði félagsmiðstöðva í Fjarðabyggð. Fyrst ætlum við að tala um sundlaugina. Sturturnar hljóta að vera lélegar þegar margar stelpur drífa sig frekar heim til þess að fara í sturtu eftir skólasund, heldur en að reyna þóa sér hári í sturtunni sundlauginni. Það er slökka bara á sig strax leið og ítir átakkan. Ekki hjálpar það að það séu aðeins 3 lélegar sturtur fyrir svona 8 stelpur. Svo er ekki hægt að þurrka sér því að það er svo mikill raki inn í klefanum. Klórmagni í lauginni er eitthvað annað en í öðrum sundlaugum. Það þarf eitthvað að fara að skoða svo klórdælu. Maður angar af klór þegar maður er búinn í sundi og svíður augun þrátt fyrir að hafa verið með sundgleru. Klósettin eru ekki við hæfi. Það er hrikalega lítið pláss inn í þeim, þú þarft nánast að bakka inn. Svo langar okkur að vita hver starfsfólkið fer að klósett og það er einungis klósett inn í klefunum. Svo er eitt sem okkur finnst verulega skrítið og það er það kosti það sama í alla sundlaugar í Fjarðabyggð, burt sér frá aðstöðu. Svo langar okkur að bera saman sundlaugarnar á Fáskrúðsfirði og Eskifirði. Sundlaugin á Fáskrúðsfirði. Litli klefar, ekki hægt að læsa skápum, fáar lélegar sturtur, léleg klósettaðstaða, 1 heitur pottur, gufubað sem er inn í karlaklefunum, takmarkar opnunartími. Sundlaugin á Eskifirði. Stóru klefar, skápar sem hægt er að læsa, góða sturtur, 1 stór rennibraut. Ein stór sundlaug, 3 rennibrautir, buslulaug, 2 heitir pottar, gufubað, kalt kar og langur opnunartími. Ok, næst langar okkur að tala um félagsmiðstöðvarnar í Fjarðabyggð. Á hverju ári er talað að það eigi að fara að gera eitthvað fyrir félagsmiðstöðvarnar en það er ekki mikið gert í málinu. Til dæmis félagsmiðstöðinni Hellinum á Fáskrúðsfirði er nokkuð lélegt að geta ekki fara á klósettið
því aðstæðan er svo ósnirtileg og ekki einu sinni hægt að fá sér að drekka af því að vatnið sem kemur úr krananum er brúnt. Við erum alveg vissar að þið var ekki til að vinna við þessar aðstæður. Það er til listu hvað þarf að gera í hverri félagsmiðstöð þið með endilega fara að skoða. Á listanum stendur til dæmis í Knellunni á Eskifirði séu sprungni gluggar, í Sveskinu á Reyðarfirði er til dæmis leki og líka félagsmiðstöðinni Stöðin á Stöðvarfirði. Í Atóm í Neskaupstað þarf að skipta gólfefni. Þetta eru nokkrar athugasemdir það sem þarf að gera. Við skorum á ykkur bæjarstjórn að skoða þennan lista betur og heimsækja félagsmiðstöðnar og sjá ástandið. Takk fyrir. Já, takk. Þakka ykkur fyrir. Við tókum hérna 2 liðir saman í þessu. Það er annars ástand húsnæðana og síðan sundlaugin sem bara í fínu lagi. Ég ætla að biðja hana Dýrunni Pálu Skaftsdóttur að koma hér upp og taka fyrst það sem tengdist sundlauginni á Fáskrúðsfirði. Forseti, bæjarstjóri, ungmennaráð og bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara að koma hérna upp og fagna þessu erindi stúlnanna sundlaug Fáskrúðsfjarðar. Enda sjálf verið ungmenni í þessari sundlaug og ekkert hefur breyst á sem 30 árum frá því að ég var í 10. bekk. Og þetta er málefni sem verður að taka á. Þetta er bagalegt ástand og þess að segja, við viljum bara svona fagna þessu. Klósesta aðstæðan er slæm, klefarnir eru slæmir og sturtan og ég verð að viðurkenna það sjálf að ég fer ekki mikið, ég keyri frekar á Eskifjörð og það með sama gjald á sundlaugum víða Fjarðabyggð er eitthvað sem þyrfti að taka fyrir í íþrótta- og tómstundanefndinni gjaldtökur og þá kannski við fjárhagsáætlun að gerð. Og vil ég vísa þessu máli eða þessari umfjöllun áfram í eigna- og skipulags og umhverfisnefnd og eins til íþrótta- og tómstundanefndar. Takk fyrir tímum. Þá ætla ég að biðja Hjördís Helgu Seljan að taka hér það sem snýr að félagsmiðstöðvum. Gerðu svo vel, Hjördís. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og kæra ungmennaráð. Ég þarf aðeins að koma inn á sundlaugina á Fáskrúðsfirði út af því að ég hef aðeins verið að fara þangað út af þeir eru alltaf með svo þægilega innilaug til þess að fara við í ungbarnasund og ég á tvö lítil börn og sko ímyndið okkur að vera þarna kannski 10 konur með 10 börnin sín inn í þessum klefa. Þetta var bara, já, ég skil áhyggjur ykkar og í tengslu við gufubæðið, ég bara vissi ekki að það væri gufubæð þarna í kallaklefunum, kannski ástæða fyrir því. En í tengslum við húsnæðiskost félagsmiðstöðvana, þá er ég alveg sammála. Þetta er ábótavant og ég er svo rosalega ung krakkar að ég er svo stutt síðan ég var í Sveskjunni og ég nota þetta hvert einu sem skiptir sér kemstu punkt og segja hvað ég er ung, nei. En þá hefur ástandið eiginlega ekkert mikið breyst og það var mjög slæmt þegar ég var í félagsmiðstöðinni. Þannig að þetta er bara alls ekki sveitarfélaginu til sóma. Og eins og þið heyrðu kannski áðan á bæjarstjórnarfundinum þá er verið að taka svona fyrstu skref að húsi frístunda og þá er verið að fara að stað með svona greiningaferli hvernig við getum nýtt húsnæðið fyrir félagsmiðstöðvar og það er svona markmið að þessum starfshópi sem er búin til er að koma tillögur að framtíðarnot og svona móta stefnuna fyrir félagsmiðstöðvar eða svona hvernig við getum nýtt eins og Egilsbúð á Neskaupstað. En ég legg til að þessu máli verði vísað áfram til bæði ESU, eignar skipulags- og umhverfisnefndar og íþrótta- og tómstundanefndar. Bjarki, þú fær bara fullt af málum. Og ég treysti því að nefndafólkið í þessum nefndum finni bara góða lausn og í samráði við ungmennaráð. Því að
Já, þið eru nú einstaklingarnar sem eru að sækja félagsmiðstöðunar. Bara, takk fyrir. Takk fyrir Hjördís. Þú ert nú bara rétt dótt í núðurinni, eins og kom fram. Ég veit. Ég held að Atom sé búin á 2 stöðum frá því að ég var þar sótana, sko. En það er svo langt síðan, sjáðu til. En orðið er laust þetta, vill einhver þessi ljós. Ef svo er ekki, þá þökkum við fyrir þetta erindi og þau munum fara inn í þessar 2 nefndir, eignarskipur sungauðsnefnd og íþrótt- og tónlistarnefnd, þeir sem það samþykkja með skeiðmerki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá ætla ég að fá hana Blædís Árnadóttir hérna upp, hún ætlar að taka hér fyrir samgöngur, eða lélegar samgöngur í Fjarðabyggð. Gerðu svo vel, Blædís. Góðan daginn, ágæta fólk. Í dag er að tala stórkostlega lélegar samgöngur í Fjarðabyggð. Þetta er Fjarðabyggð en samt ganga ekki rúturnar á milli allra byggðakjarnanna án þess að maður þurfa að bíða í klukkustund eða meira. Ekki nóg með það heldur kostar í rúturnar. Mér finnst persónulega að börn undir lögaldri eigi ekki að borga í rúturnar. Tímatöflunar svoköllu eru svo þurrar að það er nú varla hægt að kalla þetta einhverja tímatöflur. Á höfuðborgarsvæðinu búum 100.000 manns og þar eru mjög góða samgöngur. Við búum hér í litlu samfélagi út á landi og við erum með mjög lélegar samgöngur milli bæja í Fjarðabyggð. Unglingar, krakkar og jafnvel fullorðið fólk þurfa að taka rútu til að hitta vini, fjölskyldu, kærasta eða bara til að fara í búð. Fullt af fullorðnu fólki hefur ekki bílpróf og vill og hefði getað tekið rútuna en nú er staðan bara þannig að það er ekki hægt. Fólk stendur úti og betla fara yfir næsta bæ út að 2 tíma bið eftir næstu rútu. Það er mjög varasamt þegar verið er að fara upp í bíla hjá ókunnugum og það er sorglegt að sjá að ekkert er gert í þessu. Rútutíminn eru stílaðar þannig að krakkar í íþróttum og fólk í vinnu komist með rútunni en það eru aðrir sem þurfa að nota rútunar og betri tímum dags og kvölds. Við skorum að bæjarstjórn Fjarðabyggðar að taka leiðakæri til gagngerðar endurskoðunar og takk fyrir mig. Takk fyrir Blædís. Eydís Árnadóttir, þú ætlar að koma hér og svara og beina þessu. Gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og fulltrúar ungmennaráðs. Ég þakka Blædísi fyrir hennar erindi og ég get tekið undir með henni að leiðakerfið hjá okkur í almenningssamgöngum er ekki nógu skilvirkt og bættar samgöngur eru þetta ein forseta þessa að betri sameiningu. Til að fara aðeins yfir að það er frítt fyrir ungmenni að 18 ára aldri í Fjarðabyggð, innan Fjarðabyggðar. Þannig að það er alveg, ef ykkur dæmur annað, þá er það bara mikilvægt að skoða það. En það er fríar samgöngur. Strætisvagnar Austurlands halda utanum almenningssamgöngur á Austurlandi og ég get upplýst fulltrúa og ungmennaráð það að ný stjórn sem tók núna við í vor, sem sagt hjá SVF Aust, strætisvagnum Austurlands, eru núna að vinna og yfirfæra allt samgöngukerfið sem sagt á Austurlandi. Og hvet ég ykkur í ungmennaráði að koma með hugmyndir eða tillögur til stjórnar SVF Aust og ég veit að það er vel þegið þar inni. Nei, ég er ekki alveg búin. Ég ætla að vísa erindi Blædísar til bæjarráðs til afgreiðslu. Takk fyrir Eydís. Orðið er laust. Eins og komið fram, Dýrún Pála, skaftu að gera svo vel. Forseti, takk Blædís fyrir þitt erindi. Ég vil benda á það að í menningarstefnu Fjarðabyggðar þá kveður að bæjarráð sjáu til þess að ungmenni komist fram og tilbaka á bæði í þau félagsstörf og íþróttir sem er á vegum innan Fjarðabyggðar. Einnig tók ég hjá eftir því sem formaður bæjarráðs sagði ekki hér áðan að það væri frítt í strætó innan Fjarðabyggðar. Þetta verður að
skoða vel með rútufyrirtækjum því að ég veit það að börn hafa verið skilin eftir vítt og breytt Fjarðabyggð ef þau eru ekki með pening í vasanum og hafa foreldrar þurft að stökkva til og ná í börnin. Og sjálf hef ég lent í þessu, að þurfa að ná í barn mitt í annað hverfi eða milli hverfa vegna þess að það var ekki með pening í vasanum og hef hringt í rútufyrirtæki sem að stendur á því á hörðu að allir samningur hvað þetta varðar löngu útrunnin og börn fái ekki frítt í strætisvagna Fjarðabyggðar. Þannig að mér varst gott að heyra þetta og ég vona að þá bæjarráð skoði þetta. Takk fyrir þetta, Írunn. Það svo sannlega ástæðan fyrir okkur að taka þetta upp á fund okkar á mánudaginn því að þetta hefur verið sett upp samgöngukerfi þá á að áttu börn fram á 18 aldri að fá frítt í það hér innan sveitafélagsins. Við skulum bara taka þetta strax til skoðunar. Þennan lið að nú afblætis breytingar svo leiðakerfinu getur kannski ekki eitthvað aðeins lengra tíma en svo sannlega það verið að skoða það hvernig við getum nýtt þetta betur. En vilja fleiri kveðljós fundi þetta? Svo ekki, þá leggi til að þessu verið vísað til bæjarráðs og þetta verið tekið fyrir að fundi þess hluti á mánudaginn kemur. Þess að það sagði ekki með skeiða merki. Það sagði með öllum greiddum atkvæðum og íþróttatónstöðum kannski undirbúa það með fórstöðumanni stjórnsýslu að setja hvað var að gjaldtökuna inn á næsta fund og svo restina fundið þar eftir. En góðir ungmennaráðsfulltrúar og bæjarfulltrúar, dagskrá þessa fundar tæmd í dag. Það var gaman að eiga hann með ykkur og gaman að fá að heyra erindir ykkar og við ætlum okkur að funda aftur og þetta ungmennaráð, við þurfum svo líka skipunartími þess rennur út í hausti þegar ekki eða í sumar, þannig mikið ráð fyrir að funda hér aftur í maí og vonandi verður komið þá svör eða einhvern farveg eitthvað því sem það verið með, vonandi þið með eitthvað annað og við búum að beina einhverju til ykkar og að við sem ekki líka bara það verður líka eitthvað gott sem komir, það sé ekki eitthvað sem maður benda okkur á að þurfa að bæta alltaf þó að það sé nauðsynlegt að halda okkur efni í þeim efnum en við eigum góða samræður og það mikilvægt eins og við þurfum að taka okkur á en nýtið þið ykkur líka ykkar vettvang og sendið inn erindi. Það þarf ekki að vera hér inn á bæjarstöð, það fer alltaf hér á endanum til afgreiðslu, sendið inn til bæjarráðs eða inn til nefndana, íþróttatónstaföllunum að hjálpa ykkur með það. Ef það eru mál sem þið viljið leggja til, tillögur, séu skoðaðir í nefndunum, eða það sé verið að taka fyrir eitthvað mál sem þið hafið brennandi áhuga á og viljið leggja og við þurfum líka eins og Tims kom fram hér Hjördísi að í þessum tillögum okkar með að fara að nýta félagsheimilin allavega það sem þau eru til staðar betur inn í félagslífinu og leið þá bregðast við því að húsakosturinn ekki náttúrulega góður. Ef þið eru með góður hugmyndir þeirri, við þurfum að fá líka ykkar viðbröð þeirri vinnu þegar við förum í það og við þurfum að vera svolítið kröftug núna og spýta í lófana því að við vitum að það margt sem þarf að betur að fara en margt líka sem gott gert sko. En þá þakka ég ykkur bara fyrir fundin í dag og segi fundi slitið.